Við ætlum að fara í seinasta fyrirlesturinn í dag og ætlum aðeins að svona klára yfirferðina á HTML. En hún annars hérna, restin af efninu lesefni þessari viku og skilgreint hérna á vikublaðinu sem ég gaf út í seinustu viku ásamt fyrsta vikublaðinu. Og það í raun farið yfir þetta hérna. HTML element bara þetta sem við vorum svolítið að gera. Hvernig veljum við element, hvernig haga þau sér, hvaða flokka eru þau sett í og aðeins bara nánara en við fórum í. Töflulistar og form sérstaklega, töfluna skoðum við, listana skoðum við, formin skoðum við ekki, en við höfum alveg tíma í næsta tíma, þannig að ef þið lendir í vandræðum, þá getum við farið aðeins betri yfir það þá. Svo að skrifa HTML, það kemur inn á HTML validatorinn og hvernig við gerum það. Við erum aðeins búin að tala um aðgengi, við erum ekki búin að tala um leitavélar sem að ég var búin að nóta hjá mér og ætlum að skoða þess núna. Og svo ætlum við að setja upp á Netlify sem partur af verkefnalýsingunum, ekki námsefninu þannig séð. Og svo eru bara þessi lykil hugtök hérna sem halda áfram að safna saman í eitt stórt master document og svo erum við með hérna svona verkefni sem væri gott fyrir ykkur að gera og skoða HTML spekkin sem við erum búin að gera saman, við erum búin að skoða aðeins MDN líka, hvernig við vísum í efni, við erum búin að æfa okkur aðeins í því, HTML validatorinn, við erum búin að skoða það. Við erum ekki búin að skoða WCAG og WCAG 2.1, ég þarf að reynda að uppfæra þetta þegar komið WCAG 2.2 og jafnvel 2.3 heldur séu komin út. En þetta sem sagt Accessibility Guidelines það bara hvernig við skrifum accessible vefsvæði og AX viðbótin browser extension sem við getum sett upp til að nota, til að athuga hvort að vefurinn okkar sé accessible. Og svo getum við prófað aðgangstæki, ég ætla að sýna ykkur það eins með VoiceOver og þið getum notað það ef þið eru með Mac eða iOS tæki. Og ef þið eru með Android, þá getið þið notað TalkBack. Það við öll ættum að hafa að minnstu kosti eitt tæki. Annarkvort erum við með Android eða iOS síma. Ef við erum með takkasíma, þá bara, og þá hérna einhver önnur leiðir hérna sem þið getið heyrt í mér með að prófa. En þá getum við í raun sett upp og prófa svona voice voice reader, nei það ekki það sem við kallum þetta ekki voiceover, nú horfum við bara voiceover screen reader heitir það. Svo ætlum við að vinna í verkefni 1 svo eru dæmatímar á morgun og hinn sem eru komnir í hérna töflu hjá okkur og ég sendi ykkur tilkynningu á hann sem að ég sagði ykkur hvar báður eru þannig að þið megi mæta í báða og svo eru aftur fyrirlestur í næstu viku þar sem við skoðum einhverja dreggjar af HTML yfirferðinni ef þið komið einhverja spurningar þá gerum við það. Annars förum við bara beint yfir í CSS og svo aftur dæmitímar og svo skilaverkefni 1. Þannig að það alveg nægur tími. Þannig að ef þið eru ekki ennþá byrjað verkefni 1 þá bara byrjiði í þessari viku, helst mætaði dæmitíman í þessari viku og þá bara verður þetta byrjiði góðan grunn bæði í HTML og í verkefnavinnu áfangans. Ok, ég ætlaði að sýna ykkur eitthvað. Ég ætlaði að fara yfir Netlify og hérna sharing dótið, þetta OG 2. eitthvað og ég ætlaði að sýna ykkur aðeins hérna með aðgengi. En ef við förum bara í aðgengið hérna í námsefninu ætlaði að fara hérna að þá hérna dæmi og aukaefni á hérna NVDA. Ef þið eru með Windows, það open source skjáleysari fyrir Windows. Og hérna dæmi sem ég ætla bara að taka í heild sinni og henda yfir í hérna. Og ég ætla bara að búa til nýja síðu hérna sem heitir A11Y. Þið getur ofta heyrt accessibility nefnt þessu nafni eða sagt svona og það í raun bara á milli A og Y í accessibility eru 11 stafir og þess vegna það A11Y af því að það getur verið leiðigjarnt að segja accessibility oft á mörgum sinnum. Þannig hérna erum við með eitthvað efni og það að vísa í eitthvað efni sem að væri reyndar betra að hafa en ok, þetta virkar samt ágætlega fyrir okkar dæmi að
við sjáum þetta bara eins og við vorum með þetta áðan, að við erum með eitthvað efni hérna, go to content, við erum með valmynd, við erum með einhverja fyrirsögn og við erum með eitthvað hérna og þetta er allt brotna myndir og þá sjáum við aðeins hérna að hérna sjáum við dæmi bara. Ef við værum með mynd sem að væri með alltextan instructions og þá myndum við sjá follow instructions, see image og þá kemur bara instructions í staðinn fyrir að sjá textan fyrir það hver eru actual leiðbeiningarnar það sem á að vera að gera. Og núna ég undirbjó mig ekki á nýju vélni minni en hérna kveiki á voiceover ég ætla bara að slökka á þessu þetta er sett function command F5 á Macum. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using all. Svo fer ég hérna Hello, world, group. You are currently on web content. To apply art. Applicate art. Applicate art. Accessibility. With voiceover off. Ég þarf að muna hérna ég man ekki shortcutið fyrir voiceover það er hérna web aim voice er hérna control option control option þá er hérna kveikjum á þessu Welcome to VoiceOver. VoiceOver on ARG. Accessibility. With accessibility. Web content. Heading level 1. Heading level link. Go to content. You are currently on a link. Inside of web content. To click this link, press Control, Option, Space. To exit this web area, press Control, Option, Shift, Up arrow. Mjög gott. Þannig að nú get ég nota Control Option og örfana til þess að hoppa á milli elementa. Ég get líka hoppa á milli fyrirsagna og ég get láta hérna bara lesa textan í heild sinni. Link, go to content, list 3 items, bullet, link, accessibility, bullet, link, embedded content, bullet, link, illegal XHTML, heading level 2, my article. You are currently on a heading level 2. Þannig að þá get ég stoppað, svo get ég Heading haldið level áfram 2, instructions for you, instructions for og ég use. get farið í Instructions for you. Hello. To get heading to get missing heading level 2. Instructions for use. You are currently follow instructions. See image. You are currently on a selectable text. Og þá núna, ef við værum að hlusta á þetta og við myndum fá þá myndina sem myndi sína hvernig á að gera hlutina. Instructions. Image. You are currently on an image. Bara instructions, to begin image. Follow. Start by removing the lid. Then remove the stuff. Image. Og það You þá are allt currently textin on sem an er image. lesin. To begin interacting with the heading level 2. Funny video. Heading level 2. Heading funny video. You are currently on a selectable text. Hvað er svona, já. Þannig að hérna, ef við Visual Studio Code. skoðum síðan aftur, 11 slökkum í bili, voiceover off. að þá er þetta í raun munurinn á því að hafa tóman allteksta, þá er í raun ekkert annánsað. Ef við erum ekki með tóman, þá er slóðinni annánsað, ég gaf ykkur ekkert það. Hérna hefur við þetta allteksti og með allteksta sem er að lýsa því sem er á myndinni. Svo erum við með þetta funny video sem var lesið en sem gerðist ekki neitt af því að það er eitthvað videoelement sem vísar þá einhverja eitthvað rosalega fyndið video en ég heyri bara funny video og svo heldur hann áfram. En ef ég set sérstætt aria hidden að það eru svona aria skipun sem er búin til með því að nota attribute sem er byrjað á aria bandstrygg og hidden er eitt af þeim sem segir þá allt það sem er inn í þessu hlutríði sem ég er það á ekki að lesa það upp eða annánsa það í svona assistive technology eða í screenreaderum og þá er í raun öllu þessu hérna sleppt. Þetta er bara eins og þetta sé ekki til fyrir þeim sem er að hlusta á vefinn. Síðan fyrir við í formið og þá getum við séð hérna að eitthvað er required, þá er það annonsað að það sé required, svo er það described by að því að ég er með einhvern auka texta það sem á að skrifa í reitin og ég set það ekki í placeholder textan þannig við sjáum hérna placeholder textin er bara svona dæmi það hvernig ég skrifa eitthvað inn en ég set hann hérna við hliðina á
og stundum til dæmis sett stjarna við reit og stjarnan á að vera rosalega góður indikator það að efnið sem á að skrifa í reit eða þú veist það verði að skrifa eitthvað í reitin sem svona í eðlisínu kannski frekar lélegt signal það að svo sé og svo fáum við button til þess að submitta þannig ég get sagt hérna eitthvað submit og gerist ekki neitt og svo ég með já, gerist ekki neitt að því að það vantar að hafa form utan þetta nei, þetta vitlaust svona og þá erum við með button en síðan getum við líka búið til eitthvað span og span í raun kannski fórum ekki yfir það en div og span tvær gerðir af elementum sem að hafa í sjálfu sér enga merkingu div element bara oft notað til þess að búa til bara eitthvað utan mörg element við munum nota það í CSS að þegar stundum þegar við erum að vinna með viðmót og við erum að setja upp eitthvað útlit að þá þurfum við einhvern veginn að geta sagt þetta hérna, þessi hópur af hlutum hann þarf að eiga sér eitthvað sameiginlegt svo ég geti búið til CSS selektor sem að velur þetta svo ég geti gefið því eitthvað ákveðið útlit við mötum að skoða það næstu viku og divið fær alla svona merkingu bara frá því hvað inn í því þannig að það bara svona mjög svona það svona seinasta sem við grípum til þegar við erum að velja HTML element og eða þegar við erum að setja upp CSS eða setja upp viðmót í þar sem við þurfum að bæta við HTML-ið okkar eitthvað til þess að geta sett upp viðmótið. Span sama nema það fyrir svona inline hluti. Þannig að span svona eins og aref eða em eða strong eða eitthvað það sem að við textin bara svona safnast saman í línu að span það. Það eitthvað inn í þessum texta sem ég þarf að geta merkt með span. Og hérna þess að dæmi það að ég get tekið span og ég get notað attributes til þess að gera alls konar. Til dæmis að herma eftir takka. Þannig ég get látið span vera eins og takka. Og ég get látið button vera eins og aref með því að gera eitthvað hoppa í gegnum einhverja alls konar hringi. En þá þetta dæmi það þar sem við erum að grípa til vitlausra verkfæra fyrir verkefnið. Ef að verkefnið ég þarf að geta látið formið submittast, þá það ekki að búa til svona einhver takka þar sem að tæknilega sé lætur hann formið submittast, heldur það bara að nota button sem bara bókstaflega aðal virkni buttons að submitta formum. Það mjög auðvelt að detta einhvern veginn í þá hólu bara að finna einhvern veginn einhverja leið til að láta eitthvað virka einhvern veginn, en það vitlaust, en það bara virkar. Þannig þá það svona, hvernig ger ég þetta, og ég enda á einhverju sem að gera það fyrir mig, en ég tæknilega séð vitlaust. Og þá við aftur hoppum í, ég ætla að sjá hérna hvað var aftur, control stop reading. Ok. Hvað ekki aftur á VoiceOver? Welcome to VoiceOver. Heading level 2, funny stuff. Funny video, unable to play media, dimmed, group. You are currently on web content. To enter the web area. Ok, þannig að svona. Accessibility, web content, close, minimize, close, button. Komin út fyrir. To get missing image, heading, minimize, full go, real, site, a cop, cap, site setting, HTTP, head, HTTP, heading level 2, to get missing image descriptions, VoiceOver off. Þetta ástæða fyrir því að maður alltaf undirbúið sig að þetta ekki alveg svona, þetta svona tól sem maður þarf að rifja. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speak. VoiceOver on accessibility, web content, heading level 1, accessibility link, link, and article, heading level, hello, world. To get missing image descriptions, open the context menu, unlabeled image. Heading level 2, follow, heading left, start, heading, funny video. Hérna, og svo næsta það gerist ekki neitt. Heading level 2, þessi var alveg sleppt. Heading level, your info, name, edit text. Email. Email must include required, edit text email. Þannig að email must textin annánsaður hérna, út af því að ég setti aria described by merkinguna inn í þennan reit sem vísar í þennan reit.
þannig að það er búin til tenging fyrir skjálesarann sem er sambærileg við það sem að sjónrænt er gert með því að setja þetta þarna við hliðina. Svo gæti þessi texti verið einhverstað fyrir neðan og það geti verið athugið. Texti í umsókninni má ekki vera lengri en 100 stafir og það kemur fram einhverstað fyrir neðan og það er augljóst þegar ég er að skanna formið. Já, ég sé það strax fyrir neðan en þegar ég er að lesa, hlusta á formið og fylla inn í það jafnóðum og svo set ég inn 150 stafi að því ég les ekki, ég heyri ekki það sem kemur fyrir neðan að þá hugsanlega íti ég á senda og þá kemur villa og þá er villan texti og langur og þá er bara texti og langur og þá þarf viðkomandi að fara að hlusta á allt sem er á vefnum bara til þess að geta fundið, já, hérna kemur fram í einhverjum fæti, texti má ekki vera lengri en 100 stafir í staðan fyrir að tengja þetta saman, þannig að samhengi viðhaldist það sem að er verið að vinna verkefnið. Þannig að ef við höldum síðan áfram Email submit button. Þá er hérna submit button span button, toggle og svo button. kemur span button You og are þetta er currently alltaf on a button toggle líka button. þannig To að ég select get búið til alls konar hluti sem kannski þarf ekki með ARIA þannig að ég get sagt hérna 11y.html Vef1 2000 voiceover off. þannig að ég get sagt hérna roll button ARIA pressed false þannig að get ég farið að misnota þessi verkfæri sem við höfum til þess að búa til eitthvað sem er í raun eitthvað sem er óþarfi. Ok, þannig að þetta var aðeins aðgengi og núna er seinasti parturinn sem er fyrir hérna til að geta skila verkefninu er að setja það upp á Netlify. Þannig að ég ætla bara að gera það og ef þið hafið einhverjar spurningar þá getum við taklað þær en annars ætla ég bara að sýna ykkur þetta og svo getum við bara klárað í dag. En Netlify er svona staður þar sem við getum create with AI or code af því að allir þurfa að selja AI í dag en þetta er ennþá staður þar sem að við getum sett hérna og ég bara treysti þessu loforði að þetta sé free forever að við getum í raun sett þetta það bættist við hérna reyndar í fyrra að það er svona eitthvað credit limit en samt sem aður ótrúlega góð þjónusta. Við getum við getum búið til account hérna og við getum sett upp verkefnin okkar í raun öll verkefnin sem við erum að setja upp í þessum áfanga og það eina sem við segja er hérna að það er eitthvað ákveðið á mánuði sem er eitthvað credit limit þannig að ef þið gerir þetta mjög oft það kostar hvert svona deploy sem ég ætla að sýna ykkur það kostar ákveðið mörg credit og ef þið klárið þau þá þurfum að bíða þá til að resetar þannig að bara hafið það í huga og hérna það kannski sérstaklega þegar við förum í hópverkefnið þannig kannski eitthvað þarf að gefa upp hérna kreditin sín en ef þið lendið einhverju vandræði með þetta bara heyrið í mér og við finnum út úr því en ég á account þannig ég ætla að gera login og ég tengdi við GitHub hjá mér þið þurfum ekki að gera það þið getið tengt við við Google accountin ykkar eða einhvern annan sem öðru sem var hérna eða bara búið til með user og pass það sem að þið gerir síðan hérna er að þið fáið ekki alveg svona með fullt af einhverjum verkefnum sem ég hef sett upp hérna í gegnum árin heldur farið þið bara og segið add new project eða ég held að munum standa bara stórum stöðum hérna eitthvað your first project ég gerir new project og ég ætla ekki að gera með Claude ég ætla að gera bring your own code og ég ætla ekki í bili núna að vera að nota Git repository þetta er það sem við munum nota í hópverkefninu heldur ætla ég bara að vera upload your project files þá setjum þetta bara hérna drag and drop your project folder, zip file or single HTML file to deploy instantly og þá erum við með þessa möppu sem við erum búin að vera að vinna hérna í þannig að ég ætla bara að gera hérna reveal and finder og þetta er bara nákvæmlega sama þið gerir þegar þið skilið að ég get farið hérna og í þessu get ég compress og það er eitthvað sambarlegt í File Explorer á Windows þá fæ ég zip skrá með þessu öllu og svo dreg ég hana bara hingað og þá upplótast þetta allt og svo núna fer þetta bara af stað og þetta er bara búið það er bara ekkert sem gerist það bara tekur þetta og complete þetta eru skrárnar sem hún
tók og ég fer í Project Overview og hérna slóð, ég íti á hana og hér verkefnið mitt. Komið líka eitthvað svona flott hérna, powered by Netlify, en ok, fine. Þannig að hérna bara nákvæmlega það sem ég hef sett inn, nema Netlify hérna injectar kóða sem þessi takki hérna fyrir neðan. Þannig að fine, þetta getur reyndar valdið vandræðum þegar að vera að fara yfir því að þetta ekki tæknilega séð löglegt HTML, af því að þetta hérna ætti að vera fyrir innan HTML-ið. En þetta bara siðleysi eða einhver leið fyrir þau til að borga reikningana. Og út af því að ég var með allt relatíft, þá virkar að hoppa hérna milli, ég get fara aftur á fórsíðu og þetta virkar alveg eins og það virkaði hjá mér þegar ég var á mínum local server, út af því að allt sem var inn í möppunni var relatíft að vísa í hvort annað. Þannig að ef að þið voruð með eitthvað sem að virkaði bara hjá ykkur, þið uploadið og hérna myndin brotin ekki brotin hjá ykkur, þá skulum við byrja á því að segja hérna open image og athuga, ok, hver slóðin? Þá segja ég hérna myndir, eða kemur myndir / users / eitthvað, að þá það að vísa í einhverja slóð sem náðu einhvern veginn úr tölvunni ykkar sem það brotin. Þá skulum við skoða hvernig að vísa í og það ætti að vera svona frekar augljóst, já ok, úps, ég setti svona þarna. Við lögum það og þá ætti að virka. Þá getið þið uppfært aftur, en bara passið þetta að þetta mun kaupa, eða nota þessi kredit sem þið hafið. Og svo, ég var næstu búinn að gleyma, en ég ætla ekki að gleyma, sem að var hérna, þið bara, ef þið þurfa að fara, það bara þurfa að fara, ekkert mál, að það var hérna með OG efnið. Þannig að þá ætlum ég bara að fara og vísa ykkur á aðeins hérna námsefnið. Við erum með hérna leitarvélar bestun og þá það sem þetta hérna og þá það minnstu upplýsingar sem ætti að skilgreina fyrir vefi, svo helstu þjónustur birti viðeigandi upplýsingar eru titill, lýsing og mynd. Og þá getum við tekið bara þetta hérna sem dæmi. Þetta reyndar aðeins out of date því að þetta ekki allt ennþá þjónustur sem heita þessum nöfnum eða eru virka eins. Þannig að ég set hérna og þá þetta hérna þetta hérna open graph titill open graph lýsing og ég ætla að segja hérna myndir seljalandsfoss.jpg og þetta hérna já, og þetta líka dautt. Síðan getum við líka sett meta name description lýsing fyrir leitarvélar sem svona það minna relevant kannski. En þetta eru svona upplýsingar sem skilgreina þá hvernig við viljum að þetta komi fram þegar við deilum þessu. Teams, og Slack, og Facebook og fleiri stöðum sem styðja svona. Þannig að þá gerum við hérna, formatum þetta, vistum þetta og núna þarf ég ekki að sippa þetta. Þannig að ég get fara aftur hérna og ég vil prófa þetta, þannig að ég þarf að uploada þessu aftur. Þá get ég fara aftur hérna, aftur hér og ég get dregið, ekki þetta heldur, þetta dregið, nei ekki hingað, heldur, hingað, og ég get dregið líka möppuna. Þá uploadar hún, publishar, ég fer hérna, lítur eins út, en það komið núna þetta og þá get ég nota það sem að vísað í verkefnalýsingunni hérna, sem eitt af mörgum tólum sem gera svona Open Graph Social Previewer Accept. Þá get ég tekið slóðina mína hérna sem þá bara eitthvað random sem búið til á Netlify og ég get keyrt það inn í þetta og þá fáum við myndin eitthvað biluð, meta description is short, page title is too long, description is short, það bara verið að skamma mig hérna alveg þvílíkt, and title is present, title length, X title is missing, Twitter title, X fallbacks to hérna. Þannig þið þurfum ekki að vera með þetta nákvæmlega rétt, en þið sjáu hérna hvernig þetta geti komið út
og hérna geti komið þá einhver mynd þar sem að bjóða upp á einhverjar logo til að hjálpa manni og eitthvað hérna. En þá sjáum við allavega, við getum prófað þetta, við getum séð, svona kemur þetta út á mismunandi þjónustum, svona kemur þetta út ef við myndum séð þessu á Discord og svona þetta, já, þannig að við þurfum að vera með fulla slóð hérna, já. Þannig að þetta bara þess að sjáu, þú veist, svona þetta gert. Þannig að ef þið einhvern tímann að gera VF þar sem þið að spá í, hey, af hverju kemur ekki mynd þegar að vera að deila þessu einhvers staðar, þá voru þetta því að það ekki búið að skilgreina hvaða mynd það sem á að deilast þegar þið birtist þeirri deilið. Já, ég held að þetta sé bara feiki nú í dag. Nema þessi einhverjar spurningar, athugasemdir. Þá segi ég bara takk í dag.